Eftir 20 ára starf í menningu og listum þá langaði mig að fá ný verkfæri, bæði fyrir hugan og líka í praktík. Námið er skemmtilega fjölbreytt og gefur möguleika á að velja mismunandi leiðir og áherslur í starfi, bæði út frá bakgrunni nemandans en kannski líka út frá framtíðarsýn hans. En það sem er frábært við Hagnýta menningarmiðlun eru kennararnir. Þeir setja alveg kröfur á mann en hversu mörg mistök við gerir, það skiptir ekki máli. Það er alltaf þessi trú, það er trú á að þau getur gert eitthvað sem er alveg frábært. Þannig lærir maður líka best. Það er líka rosalega flott aðstaða sem við höfum. Við höfum aðstöðu að mjög flottu klippiherbyggi, fullt af upptökugræjum. Það er líka skemmtilegt hvað nemendahópurinn er fjölbreyttur á mismunandi aldri og með breiðan bakgrunn. Þannig að samtal innan hóps getur orðið mjög skemmtilegt. En það sem er líka frábært við þetta nám er fjölbreytileikinn. Maður getur bæði verið í heimildarmyndagerð, í stuttri þáttagerð, síðan lærum við líka getum maður valið að fara í nýsköpun, lærum styrkumsóknir og gerð viðskiptaáætlana og allt þar á milli og líka hvað námið er í miklum tengslum við atvinnulífið. Ég hafði sérstaklega gaman af útvarpsnámskeiðinu, mér fannst það mjög fróðlegt á svo margan hátt og líka praktískt. Eins var náttúrulega menningar- og söguferðamennskan mjög skemmtilegu kúrs og alveg ómetanlegt að fara í 4 daga ferð út á land og taka námskeiði þar. Því að hann er mjög skemmtilega skipulagður og mikið í hann lagt og alveg ómetanlegt að fara í þessa vettvangsferð vestur á firði þar sem maður sér við hvaða aðstæður fólk er að starfa, hvaða tilraunir er að gera og hugrekkið sem fólk hefur til að starta nýjum verkefnum og prófa bara alls konar hugmyndir. Það sem hefur einkennt þetta nám hefur verið þessi nálægð kennarana við nemandann. Mér finnst stærsti gallinn á þessu námi hvað það er stutt. Ég myndi vilja læra meira, vera aðeins lengur. Og ég held að maður, kannski að því það hefði tekið mér mjög langt hlé frá námi þegar ég kom aftur, þá er ég alveg tilbúin að sitja aðeins lengur á skólabekk.